Kashmir, sem staðsett í hjarta Norður-Indlands, land þar sem náttúrufegurð mætir ríkri og djúpri menningu. Þessi töfrandi staður, stundum kallaður paradís á jörðu, heillar hjörtu með stórbrotnum landslagi sínu, allt frá tignarlegum Himalajafjöllum til friðsæla dalvatnsins. En Kashmir meira en bara náttúruundur. Það eins og vegteppi ofið úr þráðum sögu, menningar og aldagamalla hefða. Her lífa hið gamla og nýja í sátt, mógugargar segja sögur af konunglegri príði, á meðan íðandi markaðir sína hversdagslegt líf. Kashmirbúar með hlýja gestrisni sína og ósigrandi anda bæta við sjarma þessa svæðis og gefa því djúpt menningarlegt aðdráttarafl. Vertu með okkur í ferðalagi þennan dásamlega stað og uppgötvaðu falda fjársjóði hans og tímalausan sjarma. Landslag Kashmir eins og fallegasta sinfónía náttúrunnar, staður þar sem fegurðin þekkir engin takmörk. Þetta svæði mósaík af gróskumiklum gróðri, þar sem þéttir skógar vísla fornum leyndarmálum. Dalirnir eins og frægi Kashmirdalur teygja sig í grænu faðmlagi, þar sem engjar skreitar villiblómum dansa í vindinum. Sjónarspil sem virðist vera tekið úr ævintýri, en litríkara. Við sjóndeildarhringinn rísa tignarleg fjöll, með snæfið þaktar tinda sem glittra í gullinni sól. Þessi miklu fjöll, hluti af hinni víðfeðmu Himalajafjallgarði, hafa varðveitt þetta land með þöglum nærveru sinni í aldir, jafn áhrifamikil okkar eigin fjöll, en á sinn dularfulla hátt. Ár eins og í helumæn liggjast í gegnum landslagið, vatnið þeirra glittrar eins og fljótandi silfur. Þessar ár ríðja sér leið dalina, næra landið og stýðja lífið sem blómstrar svo fallega þar. Frá hinum friðsæla dalvatni, með fljótandi görðum sínum og bátahúsum til viltrar fegurðar sanskar fjallgarsins, fjölbreytt landslag. Kashmir vitnisburður listræna snilli náttúrunnar. Þegar þú ferðast þetta land, afhjúpa hver beygja á veginum nýja sýn, nýja leið til að meta fegurð Kashmir. Þetta staður þar sem hver einasti þáttur frá minnsta steini til stærsta furutrés stuðlar að hinni stórkostlegu mynd af Kashmir. Eins og vel hirtur grasagarður, en skapaður af móður náttúru sjálfri. Vertu með okkur til að kafa dýpra í þessa náttúruundrun og uppgötva leyndarmálin og sögurnar sem gera hana að sannkölluðu meistaraverki. Hæ allir. Við höldum áfram spennandi ferð okkar Kashmir og uppgötvum nokkra dýrmætustu gimsteinum hennar. Hver og ein sannkölluð perla í þessari korónu. Við byrjum á því að heimsækja Srinagar, sumarhöfuðborg Jammu og Kashmir. Srinagar, sem fræg fyrir táknræna dalvatn, borg þar sem gamlar hefðir mæta á viðjafnanlegri ró. Húsbátar og shikara renna yfir vatnið, á meðan múghalgarðarnir með veröndum sínum, fossum og litríkum blómum þekkja sögur af dýrlegri fortíð. Íðandi markaðir Srinagar, fullir af kryddilmi og litríkum pashmina sjölum upplifun fyrir skinnfærin. Það svo margt fallegt að maður veit varla hvert maður á að líta fyrst. Næst förum við til Gulmarg, sem stundum kallað blómavöllurinn. Á veturna breytist þessi stórkostlega borg í vetrarparadís, sem laðar að sér skíðamenn alls staðar að úr heiminum með óaðfinnanlegum brekkum sínum og hæsta golfvelli heims. Þetta sannkölluð paradís fyrir unnendur vetraríþrótta. Á sumrin þekkjast engi Gulmarg af villiblómum sem ramma inn allt landslagið og breyta því paradís fyrir náttúruunnendur. Þetta sannkölluð veisla fyrir augun, eins og við segjum her. Ferð okkar leiðir okkur síðan til Pahalgam, róles athvarfs í Liðurdalnum. Pahalgam, sem þekkt sem Dalur hirðanna, hlýðið að hinni frægu Amarnath Yatra pílagrímsferð. Grænir engjar hennar, þéttir skógar og tær liður á skapa sveitalega stemningu, fullkomna fyrir gönguferðir, veiði og til að njóta náttúru fegurðarinnar. Og loks komum við til Sonamarg, þekkt sem Gulnivöllurinn. Þessi stórkostlegi dalur, umkringdur snævi þöktum tindum, paradís fyrir ævintýraunendur. Taíwasjökullinn, sem aðgengilegur eftir stutta göngu, býður upp á stórkostlegt útsýni og tækifæri til að upplifa villta fegurð snævar og kletta. Á sumrin alpagarðar Sonamarg, prýttir beitandi hestum og litríkum blómum,
sem gerir það að fallegum stað til að flýja ís og þís. Þessir staðir, hver með sín einstaka sjarma og aðdráttarafl, sína fjölbreytta stórfengleika Kashmir. Þegar við höldum áfram ferð okkar, munum við uppgötva fleiri undur og óvæntar uppákomur sem gera þetta land að sannkallari paradís á jörðu. Þegar við förum dýpra inn í hjarta Kashmir, uppgötvum við ríka sögu þess, mótaða í gegnum aldirnar af ýmsum menningarheimum. Þessi fallega staður líka heimili fornsarfs og mikillar sögulegar þýðingar. Ferð okkar hefst með fornumhófum Kashmir. Martan Sólarhofið, byggt á 8. öld af Lalitaditya Muktapida konungi, vitnisburður byggingarlist þess tíma. Þessar rústir, staðsettar á hásléttu, bjóða upp á víðáttumikið útsýni yfir dalinn og glæsileiki þeirra segir sögu líðna dýrð. Annar gimstein Shankaracharya hofið, tileinkað drottni Shiva. Þetta hof, staðsett á Shankaracharya hæðinni, ekki aðeins andlegur staður, heldur eini útsýnistaður sem býður upp á stórkostlegt útsýni yfir Srinagar. Næst beinum við athygli okkar að Mógúlatímabilinu þegar himneskt landslag Kashmir heillaði Mógúlkeisarana. Mógúlgarðarnir, innblásnir af persneskri byggingarlist, voru vandlega hannaðir til að endurspegla fegurð paradísar. Shalimar Bagh, Nishat Bagh og Chashme Shahi falleg dæmi þessa glæsileika, með verundum sínum, vatnsrásum og blómaberum. Þessir garðar voru ekki aðeins afþreyingarstaðir heldur einnig tákn ást keisaranna á list og náttúru. Sögulegar minjar Kashmir auðgan frekar menningarlandslag þess. Pari Mahal eða Alfahöllin sjöverða garðskáli á Sabarwan fjallinu, með útsýni yfir dalvatn. Byggt á valdatíma Dara Shikoh, þjónaði það sem bókasafn og stjörnustöð. Þótt það hafi skemmsta tímanum bera leifar þess vitni leitina af þekkingu og byggingarlistarvegur Mógúlatímans. Þessir sögulegu fjársjóðir, hver með sína eigin sögu, dýpka fegurð Kashmir. Þeir minna okkur á að þessi staður ekki aðeins ánægindi, heldur einnig fjársjóður mannlegrar sögu og menningararfs. Þegar við höldum ferð okkar áfram, berum við með okkur bergmál fortíðar, sem augar upplifun okkar á þessari jarðnesku paradís og gerir hana enn sérstakari. Þegar við könnum fallegu landslag Kashmir, skulum við kafa ofan í síði og hefðir sem hafa varðveist hér í gegnum aldirnar. Menningararfleifð Kashmir eins og lífandi veggteppi, ofið úr hátíðum, hefðbundnum klæðnaði og fornum síðum sem blómstra á þessum fallega stað. Hátíðinar í Kashmir sýna hversu rík og fjölbreytt menningararfleifðin Ein mikilvægasta hátíðin Eid, sem haldin í lok Ramadan. Á þessum tíma andrúmsloftið fullt af gleði og þakklæti, þar sem fjölskyldur klæðast sínum bestu fötum, biðja saman og njóta ljúfengra máltíða. Önnur mikilvæg hátíð Navros, persneska nýárið sem fagnað af miklum áhuga pandit samfélaginu í Kashmir. Lítahátíðin, Holi, færir mikla gleði í dalina, þar sem fólk fagnar saman af miklum áhuga. Hefðbundin klæðnaður Kashmir falleg blanda glæsileika og hagkvæmni, hannaður til að takast á við kalt veðurfar svæðisins. Feran, langur og víður kyrtil sem karlar og konur klæðast, táknrænt fatt sem veitir hlýju og þægindi. Konur sauma oft feran sinn með fínum mynstrum sem sýnir ríka list svæðisins. Hefðbundin höfuðbúnaður, eins og Kashmir Kanger, leirpottur með glóandi kolum sem borin undir feran til að halda á sér hýta á köldum mánuðum. Menningarsíður Kashmir nátengdir sögu hennar og andlegu lífi. Súfista hefðir eiga sér sérstakan stað og helgidómar og moskur þjóna sem miðstöðvar fyrir andlegar samkomur og félagslegan sátt. Listin að segja sögur í gegnum Vanwoon og Roof, þjóðlag og hefðbundnir Kashmir dansar miðlægur hluti af félagslegum hátíðum, allt frá brúðkaupum til uppskeru. Þessar sýningar ekki bara skemmtun, heldur einnig leið til að miðla sögum og gildum frá kynslóð til kynslóðar. Hefðir Kashmir vitnisburður seiglu og anda fólksins. Þær lífandi arfleif sem tengir fortíðina við nútíðina og bætir einstökum sjarma við þessa paradís á jörðu. Með því að uppgötva ríka menningu Kashmir skiljum við djúpt sál þessa lands, þar sem hver hátíð, hver klæðnaður og hver síður segir sögu ást, einingu og arfleifð.
Þegar við köfum ofan í hjarta Kasmír mikilvægt að við skiljum hvað knýr þetta heillandi svæði áfram. Í Kasmír, eins og annars staðar á Indlandi, gjaldmiðillinn indverska rúpían sem hefur táknið Bolderó. Þessi gjaldmiðill ekki bara skiptumynd, hann endurspeglar hjartslátt efnahagslífs svæðisins. Indverska rúpían skiptist í 100 paisa og fáanleg ýmsum seðla og myntflokkum. Litrík hönnun á seðlunum sýnir oft ríkan menningararf Indlands, þar á meðal stórbrotin landslag Kasmír sjálfs. Stjórnsýsluskipan Kasmír einstök blanda af hefðbundinni stjórnun og nútíma stjórnsýslu. Svæðið opinberlega þekkt sem sambandssvæðið Jammu og Kasmír. Því stjórnað af vararíkisstjóra sem skipaður af forseta Indlands. Stjórnsýsluskiptingin miðar að því að tákna fjölbreyttan íbúafjölda svæðisins og mæta sérstökum þörfum Kasmír. Sambandssvæðinu skipt í umdæmi heitur og hverju þeirra stjórnar umdæmistjóri. Þessum umdæmum síðan skipt í tehsil og blokkir sem tryggir að stjórnsýslan nái til jafnvel afskekktustu svæða. Panchayati-stofnanirnar stuðla sjálfstjórn á staðnum, styrkja samfélög og styðja lýðræði á grasrótarstígi. Þessi stjórnsýsluskipan mikilvæg til að viðhalda jafnvægi milli varðveislu ríkulegs menningararfs Kasmír og eflingar þróunar. Hún tryggir að náttúrufegurð svæðisins, menningararfur og efnahagslegir möguleikar varðveitir fyrir komandi kynslóðir. Skilningur á gjaldmiðli Kasmír og stjórnskipan gefur okkur djúpa innsýn í lífskraft svæðis. Þessir þættir nauðsynlegir fyrir velgengni þessarar paradísar á jörðu og hjálpa henni að blómstra innan stórbrotin landslag og tímalausar hefðir. Þegar við göngum hjarta Kasmír ómögulegt að taka ekki eftir sönnu sál hennar, fólkinu sem býr þar. Íbúar Kasmír, Kasmírar, falleg blanda mismunandi þjóðernishópum og menningu, þar sem hver og ein leggur sitt af mörkum til einstakrar menningar mósaík svæðisins. Kasmírar þekktir fyrir hlýju sína og gestrisni og taka ofta á móti gestum með hlýju kveðjunni Khosh Amdid, sem þýðir velkomin á þeirra tungumáli. Þetta eins og að finna örlætið í fjöllunum með smá hlýju frá strandsvæðunum. Líf þeirra djúpt samofið þeirri náttúrufegurð sem umlykur þá. Margir Kasmírar búa í hefðbundnum húsum sem kallast kangri, sem byggð til að standast harða vetursvæðisins. Inni í þessum húsum dreifist oft ilmurinn að heimagerðu káa-te, drykkur með safran, möndlum og kardimómu sem táknar ríkidæmi menningar þeirra. Algjört gummelaði, eins og gott kaffi á en með austurlenskum blæ. Klæðnaður Kasmíra endurspeglar menningararfleið þeirra. Karlar klæðast venjulega feran, löngum ullarkápu, á meðan konur klæðast litríkum ferans, skreytum flóknum útsámi og oft með höfuðklút. Þessi föt ekki bara skraut, það vitnisburður list og textílhefð svæðisins. Kasmíra einnig frægir fyrir einstaka handverk sína, sérstaklega vefnað og útsám. Hinnir heimsfrægu pashmina skjöld, gerðir úr fínni ull og flókin kashida útsámur táknum óviðjafnanlega listræna hæfileika þeirra. Það jafn fræg og blundur íslenskra handverksmanna en koma frá Kasmír. Þessi hlutir ekki bara vörur, þeir sögur ofnar í efni sem segja frá hefðum og handverki sem hafa gengið í erfðir frá kynslóð til kynslóðar. Menningarleg sjálfsmynd þeirra auðguð af tónlist og dansi. Hefðbundin roofdans fluttur á hátíðum, þar sem konur í litríkum búningum skapa taktfastar hreyfingar með fínlegum skrefum sínum. Hljóð Sufiana Kalam klassískar Kasmír tónlistar ómar dalina og skapar hjartnæma sinfóníu. Trúarbrögð gegna mikilvægu hlutverki í lífi Kasmíra, þar sem Íslam ríkjandi trú. Hins vegar svæðið eini heimili minni samfélaga hindúa, síka og búddista sem búa í sátt og samlyndi og leggja sitt af mörkum til menningarlegrar fjölbreytni, fríðsamleg sambúð, eins og fjölbreytni trúarbragða sem við sjáum í stórborgum. Kjarni Kasmír liggur í fólki hennar, í seiglu þeirra, hefðum og óbugandi anda. Þau sannir verndarar þessara paradísar sem varðveita arfleiðina á sama tíma og þau taka framtíðinni fagnandi.
Að skilja folk Kasmír gerir okkur kleift að sjá sál þessa heitlandi lands, þar sem hvert bros, hver bending og hver hefð tala tímalausa fegurð þess. Hinn stórbrotna náttúra. Kasmír ekki bara fallegt útsýni, heldur líka hryggjarstykkið í daglegu lífi fólksins þar. Handverk Kasmír sýnir hversu sterk tengsl eru á milli fólksins, náttúrunar og gömlu hefðana. Landbúnaður undirstaða efnahagslífs Kasmír. Frjósam jörðin sem í helumæn vökvar gerir það verkum að hægt að rækta margar tegundir af uppskeru. Safran, sem ofta kallað rauða gullið, verðmætasta uppskeran hér. Hinir fínu safranþræðir sem eru týndir í höndunum af mikilli varfærni sýna hversu duglegir þessir bændur eru. Eplagarðar þekkja líka dalinn og ávextinir þeir eru þekktir fyrir að vera stökkir og sætir. Hrísgrjón, maís og grænmeti eru líka mikilvægar uppskeræktaðar af mikilli alúð. Annað mikilvægt handverk listin að vefa og búa til hluti. Hinir frægu pasmína treflar og ríkulega ofnu teppin sem myndist á eru ekki bara hlutirkjan heldur tákn ríka sögu. Handverksmenn eyða mánuðum, stundum jafnvel árum í að fullkomna hvert smáatriði og hver þráður segir sögu hefð og list. Fiskveiðar eru líka starf sem sér fyrir mörgum fjölskyldum. Dal- og Nígenvötnin með sínu rólega vatni eru ekki bara ferðamannastaðir, heldur líka mikilvægar uppsprettur lífsviðurværis. Fiskimenn kasta netum úr hefðbundnum bátum sínum, shikaras, í vonum að veiða silung og annan ferskvatnsfisk. Ferðamennska leggur líka mikið til efnahagslífsins. Náttúrufegurð Kasmír laðar að ferðamenn víðsvegar að úr heiminum sem skapar störf í gestrisnigeiranum. Húsbátarnir, hótelin og gistiheimilin sýna gestrisni Kasmír og tryggja að hver gestur finni sig velkominn. Til að ferðast þetta heitlandi land eru margir möguleikar, bæði fyrir heimamenn og ferðamenn. Hinar frægu shikara bátsferðir á dalvatni bjóða upp á rólega leið til að skoða vatnið, á meðan húsbátarnir bjóða upp á einstaka upplifun að búa á vatni. Á landi keyra hefðbundnar tongas, eða hestvagnar götunar og flytja okkur aftur í tíman. Nútíma samgöngumátar eru líka í boði. Leigubíla og strætisvagnaþjónusta tengir saman helstu borgir sem gerir það auðvelt að komast á mismunandi staði. Fyrir ævintýraunendur bjóða gönguleiðir upp á nána upplifun af villtri fegurð Himalajafjalla. Í heildina litið eru störf og samgöngumátar í Kasmír jafn fjölbreyttir og ríkir og staðurinn sjálfur. Þeir eru til vitnis seiglu, sköpunargáfu og hugvitsemi fólksins sem þrátt fyrir allar erfiðleika heldur áfram að dafna og varðveita arfleif þessarar paradísar. Kasmír ekki bara heimili fyrir menn, heldur líka fyrir nokkrara sérstæðustu og sjaldgæfustu verum á jörðinni. Þetta land margra landslaga, frá grænum dölum til hrikalegra fjalla sem bjóða ótrúlegu dýralífi atvar. Meðal þessara stórfenglegu skepna finnum við hanguljörtin, einig þekktur sem Kasmírjörturinn. Þessi sjaldgæfa og í útrýmingar hettu tegund, með sínum glæsilegu hornum og sérstaka útliti, býr í þéttum skógum Dakhígam þjóðgarðsins. Hanguljörturinn tákn ríka náttúru af Kasmír og sönnun verndunarstörf svæðisins. Falinn í snæviþöktum fjallatindum leynist annar góðsagnakendur íbúi, hinn ófyrirleitni snjóhleibarði. Þessi tignalega kattardýr, oft kallaður fjalladraugurinn, þekktur fyrir ótrúlega tign sína og getur til að blandast inn í umhverfið. Tilvist snjóhleibarðans minnir okkur á óspillta náttúru sem til í Kasmír, stað þar sem náttúran ræður ríkjum. Annar mikilvægur íbúi þessa svæðis Himalaya svartbjörnin. Með sínum sérstaka hvíta bletti á brjósti þessi björn öflugur rándýr og mikilvægur hluti vistkerfisins. Hann leitar fæðu í skógum og engjum og gegnir lykilhlutverki í að viðhalda jafnvægi náttúrunar. Þessir verndarar dýralífsins sýna anda Kasmír, stað þar sem undur náttúrunar blómstra. Að varðveita þessi dýr og búsvæði þeirra ekki bara skylda, heldur líka forréttindi, sem tryggir að komandi kynslóðir get upplifa töffra þessara jarðnesku paradísar.
I hjarta Himalaya-fjallanna milli snæviþakinna tinda staður sem einfaldlega stórkostlegur. Þessi staður Kashmir, sem paradís á jörðu. Ég hafði heyrt svo mikið fegurð þess, kyrrláta vötnin og grænu dalina. Og nú við rætur þessa heillandi lands var ég tilbúin að upplifa töfra þess með eigin augum. Loftið var hreint, fullt af ilmi furutrjáa og sætleika sem ég get varla lýst. Eftir því sem við fórum dýpra breytist landslagið meira og meira í lífandi málverk, fullt af skærum litum. Mjúkar hæðir vikku fyrir tignarlegum fjöllum, þar sem hlíðarnar voru skreyttar sedrusviði og platantrján. Himinninn í bláum tón virtist endalaus fyrir ofan okkur. Himalaya-fjöllin í allri sinni tign ráða yfir landslagi Kashmir. Hver tindur eins og verndari geymir leyndarmál sem vindurinn víslaði. Ég man eftir því að horfa á þessa snæviþöktu tinda og finnast ég svo lítil fyrir framan mikilleika þeirra. Þeir stóðu þar eilífir og óbreytanlegir vitnisburður mikilleika náttúrunnar. Eitt síðdegi keyrði ég til Sonamark eða Gullna engið. Ferðin sjálf var ævintýri. Við keyrðum eftir hlykkjóttum fjallvegum og hver beygja opinberaði nýja útsýni fallegri en sú fyrri. Loftið var kaltara og þynnra en fegurðin í kring var stórkostleg. Kashmir land vatna og hvert og eitt þeirra hefur sinn einstaka sjarma. En dalvatn á sérstakan stað í hjarta þessarar paradísar. Kjört vatnið endurspeglar fjöllin í kring eins og risastór spegil. Fallegir útskornir húsbátar eins og fljótandi þorp prýða vatnið og litríkar endurspeglanir þeirra dansa á vatninu. Ég man eftir því að eyða klukkutímum í Shikara, hefðbundnum Kashmirbát sem rann mjúklega yfir vatnið. Mjúki vakkurinn, ljóðið af vatninu sem skvettist við treð, fjarlæg köldfuglana, þetta var samhljómur fríðar. Loftið var ilmur af lótusblómum sem bætti en meiri töfra við þessa draumkendu upplifun. Fljótið sem lífið Kashmir líðast í gegnum dalinn. Rólegur straumur þess stöðugur. Við eytum síðdeginu á bökkum þess að horfa á heimamenn og ferðamenn njóta kyrrlátra fegurðar þess. Börn leku sér nálægt vatninu og hlátur þeirra fyllti loftið. Fljótið hélt áfram ferð sinni og bar með sér tilfinningu eilífð og minnti á fornar síðmenningar sem blómstruðu á bökkum þess. Það rann á sínum eigin hraða og háð árunum sem líðu og var áfram táknum ósigrandi anda Kashmir. 5. hluti. Arfleifð Mogulveldisins. Mogulkeisararnir sem voru þekktir fyrir ást sína á fegurð voru gjörsamlega heillaðir af Kashmir. Þeir skreyttu þessa paradís með görðum sem voru jafn himneskir og himinninn sjálfur. Mogulgarðarnir með sínum verönduðu grasflötum, fossandi gossbrunnum og blómabeðum eru vitnisburður smekk þeirra. Við gengum í geinum þessa garða og dáðumst af flóknum hönnunum þeirra. Sætur ilmur rósanna sveif í loftinu og vatnið gurglaði í gossbrunnum. Þetta var eins og ferðalag aftur í tíman, inn í heim Mogulkeisara og ást þeirra á fegurð. 7. hluti. Sinfónía lita og lykta. Kashmir sannkölluð veisla fyrir skinnfærin, staður þar sem skærir litir og yndislegur ilmur fylla loftið. Markaðnir þar eru litrík sjón, þar sem sölumenn bjóða allt frá kryddi og silki til fallegra handverksmuna. Loftið fullt af ilma safran, kardimommu og kanil. Ég man eftir því að hafa gengið þessa markaði, alveg sökkt í fjölbreytni vörunar sem var í boði. Sölumennir með hlýleg brossín og vínaleg samtöl bættu sérstökum sjarma við alla upplifunina. Umhverfið, fullt af hljóðum samningaviðræðna og hláturs, gaf frá sér orku sem var sannarlega einstök. 7. hluti. Hjarta gestrisni Kashmir. Fólkið í Kashmir jafn hlýtt og velkomið og náttúran sem þau kalla heim falleg. Gestrisni þeirra góðsagnakend og bros þeirra koma beint frá hjartanu. Ég man eftir því að hafa verið boðið inn á heimili þeirra í Kahwa, hefðbundið Kashmir te. Og ég átti samtöl sem fóru yfir tungumálahindranir, alveg eins og þegar við tölum saman við kaffibollan
þar sem nálægð og hreinskilni skipta mestu máli. Sögur þeirra, fullar af hlýju og húmor, gafu mér innsýn í ríka menningu þeirra og hefðir. Það var eins og að hlusta á sögur ömmu og afa við varðeldin. Við deildum mat, hlátri og tilfinningu samkennd sem fór yfir menningarmun, eins og stort fjölskylduboð, veistu? Góðvild þeirra skildi eftir óafmáanleg spor í hjörtum okkar, sem vitnisburður anda mannlegrar tengingar. Hluti 8. Arfur ritaður í tré og silki. Kasmír frægt fyrir fallegt handverk sitt, hefð sem hefur gengið í arf kynslóð fram að kynslóð. Allt frá flóknum útskuði í tré til fíngerðra sjala hver einasti hlutur vitnisburður hæfileika og list Kasmír búa. Handverkið sést í hverju smáatriði, hver hlutur ofinn með sögum sem bíða þess að verða sagðar. Man eftir því að hafa 1 klukkutímum af verkstæðum að horfa á handverksmennina búa til meistaraverk sín að mikilli alúð. Fingur þeirra hreyfðust fimlega og breyttu hráefni í hluti af ótrúlegri fegurð. Arfur þeirra í handverki, sem hefur gengið í arf kynslóð fram að kynslóð, vitnisburður varanlegan anda listarinnar í Kasmír. 9. hluti. Þar til við hittumst aftur, Kasmír minn. Þegar ég kvatti Kasmír tókum mér fjársjóð á minningum. Þessi snævi þöktu fjöll, kyrlátu vötnin, lífandi menningin og hlýja fólksins. Allt þetta skiltist óafmánleg spor í sál minni. Kasmír, sannkölluð paradís á jörðu, heillaði mig. Innst inni vissi ég að þetta var ekki kveðja, heldur frekar sjáumst fljótlega. Vegna þess að Kasmír með sinni heillandi fegurð og rólegu sál tók hluta af mér og kallaði mig aftur í faðm sinn.